Efling ætlar ekki að borga laun 20.000 félagsmanna í verkbanni sem samtök atvinnulífsins greiða nú atkvæði um. Einsdæmi að verkbanni sé beitt gegn svo fjölmennum hópi. Vinnumarkaðsráðherra segir ekki hafa verið rætt að setja lög á deiluna. Rætt var langdrægar flaugar til Úkraínumanna í opinberri heimsókn forseta Bandaríkjanna til Kyiv í dag en engin loforð gefin. Heimsóknin þykir söguleg og var Rússum tilkynnt hana fyrirfram. Móðir 11 ára stúlku sem var í strætisvagni sem sat fastur á Hellisheiði í gær gagnrýnir Strætó fyrir upplýsingaskort og að ekki hafi verið hægt að ná í fyrirtækið í síma. Stúlkan kveið því að þurfa jafnvel að dúsa alla nóttina í vagninum. Norðmenn eru æfir yfir að frægt málverk af Leifi Eiríkssyni var sett niður í kjallara í Ríkislistasafninu í Osló. Ekkert annað en ritskoðun, segir listfræðingur. Á meðan flestir landsmenn héldu upp á bolludaginn með því að sporðrenna bollum í þúsundavís voru skrautlegir búningar allsráðandi á Marskadeginum á Ísafirði. Komið þið sæl. Það skýrist síðdegis á miðvikudag hvort fyrirtæki í samtökum atvinnulífsins samþykkja að setja verkbann á Eflingum. Verði það samþykkt tekur það gildi á hádegi fimmtudaginn 2. mars og rúmlega 20.000 félagsmönnum Eflingar verður bannað að mæta til vinnu. Fulltrúar margra stærstu aðildarfyrirtækja SA áttu fund í hádeginu í dag þar sem framkvæmdastjórinn gerði grein fyrir væntanlegum aðgerðum. Fyrsta lagi þetta bara ömurleg staða sem við sjáum að birtast okkur. Þetta mjög þungbær skref að stíga. Og við erum ekki að gera þetta gagn okkar. Við erum komin í þessa stöðu í þessum kjaradeilum með Eflingu sem að þjóðin hefur fylgst með og ég veit ekki hversu marga fréttir hafa verið gerðar um. Við náum ekki saman. Helgina sátum við hjá settum ríkissáttasemjara og gerðum allt sem við gátum til þess að búa til Eflingarsamning fyrir Eflingar fólk. En þegar á hólminn var komið þá reyndist það ekki nóg og kröfur Eflingar voru því miður óaðgengilegar með öllu eins og ríkissáttasemjari orðaði það. Að hann sæi enga leið til þess að brúa þetta bil. Og það verður áfram rætt við Halldór Benjamín í Kastljósi á eftir. En formaður Eflingar gagnrýnir ákvörðun SA harðlega og segir skýran mun á verkbanni atvinnurekenda og verkfallsvopni stéttarfélaganna. Það auðvitað mjög mikill munur þarna á og ég vona að fólk gerir sér þennan mun skýran. Annars vegar erum við með hóp verkalánafólks sem eru að nýta þetta tæki sem að þau hafa auðvitað barist fyrir að fá að hafa til þess að knýja á betri samninga og hins vegar með efnahagslega yfirstétt voldugasta fólk landsins sem ætlar að nota þetta tól til þess að berja niður mjög eðlilega og sanngjarna réttlætisbaráttu fólksins sem að heldur þeim uppi í vellistingum. Þannig að já, það sannarlega mikill og augljós munur þarna á. Nú ljóst að ef að þetta gengur eftir þetta verkbann þá verður fjöldi launafólks innan Eflingar án þess að fá tekjur. Guð minn góður, ef þetta gengur eftir þá er þetta bara stríðsyfirlýsing við vinnuafl höfuðborgarsvæðisins, þá er þetta stríðsyfirlýsing við Eflingu, langstærsta félag verka- og launafólks á þessu landi, stríðsyfirlýsing við ríflega 20.000 manna hóp sem heldur þessu höfuðborgarsvæði gangandi. Tilhugsunin ótrúleg. Ég skil ekki hvernig menn geta látið sér detta til hugar. En það skal enginn ímynda sér það að Efling mun einhvern veginn láta þetta yfir sig ganga þegjandi og hljóðalaust. Það verður ekki svo. En hefur félagið bolmagn til þess að aðstoða fólk sem að fær ekki launin sín? Efling ætlar ekki að axla ábyrgð á þessari sturlun. Efling ætlar ekki að tæma vinnudeilusjóðinn sinn til þess að borga fyrir glæpi atvinnurekenda ef að þeir ætla sér að fara út á þessa braut. Það mun ekki gerast. Verkföll hafa litað stóran hluta þessa mánaðar. 7. febrúar hófust verkföll nærri 300 starfsmann á 7 hótelum Íslandshótela. 15. febrúar fóru 500 starfsmenn hótela í verkfall og 70 vörubílstjórar hjá olíudreifingu, Samskipum og Skeljungi. Þessi verkföll tóku gildi að 9 á miðnætti. Í kvöld liggur svo fyrir niðurstaða atkvæðagreiðslu verkfall allra Eflingarfélaga sem starfa á hótelum og gistihúsum og við ræstingu og öryggisgæslu. Alls nærri 1650 starfsmenn. Verði það samþykkt tekur það gildi 28. febrúar og þá væru alls rúmlega 2500 Eflingarfélagar í verkfalli. Skömmu síðar á verkbann Samtaka atvinnulífsins að taka gildi verði það samþykkt í atkvæðagreiðslu sem hófst í dag.
Verkbönnum hefur verið beitt rúmlega 30 sinnum síðustu 5 áratugi. Þau hafa í grunninn sömu áhrif og verkföll. Starfsfólk mætir ekki til vinnu og fær ekki greidd laun frá atvinnurekanda. Það gerir til dæmis hótelrekanda kleift að loka hóteli þar sem starfsemi er mjög skert vegna verkfalla og losna við að greiða starfsmönnum laun. Þá þarf launafólk að sækja þau til síns stéttarfélags. Atvinnurekendur hafa tregast við að beita verkbanni því það er mjög róttæk aðgerð og hefur miklar afleiðingar. Því hefur verið beitt í kjaradeilum til dæmis sjómanna og flugumferðarstjóra en þá í smærri hópum sem sinna afmörkuðum störfum. Oftast hefur verkbanni verið hótað til að setja þrýsting á stéttarfélög í verkfalli eða stjórnvöld að skerast í leikinn. Það getur löggjafinn gert með því að setja lög á verkföll og verkbönn. Alls 16 sinnum voru sett lög á verkföll á árunum 1985 til 2020 og þar af 6 sinnum á árunum 2010. En Bjarni Pétur, hefur verið til umræðu að setja lög á verkfallseflingar? Sko sá möguleiki hefur eiginlega ekkert verið uppi á borðinu einfaldlega vegna þess að það er eiginlega ómögulegt fyrir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur að setja lög á verkfall láglaunafólks. En núna þegar að þetta verkbann, eða atkvæðagreiðsla um verkbann er komið fram frá SA, að þá gefur það, má segja, henni, ríkisstjórnin og Alþingi tækifæri til þess að stíga þeim svolítið í sundur í stað þess að aðgerðirnar beinist bara gegn einum aðilanum. Og ráðherrar í ríkisstjórninni hafa þetta rætt þetta og lýstu áhyggjum á þessari þungu stöðu í kjaradeilunni á Alþingi í dag. Og það hefur ekki verið rætt í ríkisstjórnum að setja lög á þessa deilu og varðandi það síðasta sem hv. Þingmaður nefndi, þá munum við ræða þessi mál á ríkisstjórnarfundi á morgun. En fyrst og fremst að fara yfir stöðun á málinu, ekki til undirbúnings neinna sérstakra aðgerða af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og ég hef auðvitað af því þungar áhyggjur að þessir aðilar sem bera ábyrgð á því að ná kjarasamningum hafi ekki náð saman og það stefni í harðar aðgerðir og við sjáum nú gríðarlega harðar og ef bara litið til sögunar, harðar en við höfum séð árum og áratugum saman. Því skylda þessara aðila er að ná samningum við samningaborðið. Það er stóra málið. Þannig á það að vera í heilbrigðu samfélagi þar sem er heilbrigður vinnumarkaður og aðilar leysa úr þessum málum sín á milli. Leysa málin sín á milli, segir forsætisráðherra, er líklegt að það takist? Það er erfitt að segja en ég heyri það úr herbúðum beggja aðila að það hefði gengið mjög vel helgina og þau hafi verið mjög nærri því að ná saman. En þessar aðgerðir eins og SA kynnti í dag eru nú heldur betur til þess að hleypa illublóði í þetta frekar en hitt. Heldur betur og Efling gagnrýnir þessar aðgerðir harðlega en er þetta að segja þessi pattstaða í stöðunni? Það er kannski helst óvissan þetta hvað verður ef að verkbann SA verður samþykkt og svo auðvitað þessar deilur það hvort að Efling greiði laun félagsmanna í verkfalli. Af því að það eru digrir sjóðir en þegar þú þarft að greiða 20.000 félagsmönnum laun að þá duga þeir ekki nema bara í nokkra daga. Og ég ræddi þessa stöðu hvort að sé Eflingar að greiða eða ekki við Gylfa Dalmann núna seinnipartinn, skulum heyra það. Þetta kom með svolítið spánst fyrir sjónir að sjá þetta í dag að Eflingar ætla ekki að greiða sínum félagsmönnum bætur í verkbanni eins og gert í verkfalli. Og þetta eins og segir, þetta þekkist hjá öðrum stéttarfélögum eins og til dæmis VR. Það er bara mjög skýrt í lögum þeirra vinnudeilusjóði að félagi grípur félagsmanninn vegna tjóns sem hann verður fyrir í verkfalli og verkbanni. Þannig að þetta er eitthvað svona sem að kemur óvart en það er svona eðli stéttarfélag að grípa félagsmanninn og halda við utan á hann. Gylfi segir greinilegt að samninganefndirnar hafi færst nær hvor annarri helgina en erfitt sé að ráða í framhaldið. Þessi deila eru í ansi hörðum hnút og hnúturinn er bara að herðast. Núna sjáum við mjög stóran hóp boðað verkbann á eins og Eflingafólki rúmlega 20.000 manns og það held ég sé bara einsdæmi. Nú ef það verður gripið til lagasetningar þá er það þannig að slíkum lögum fylgir að það sé skipað gerðardómur innan ákveðins tíma eftir ef menn ná ekki saman kjarasamning. Og ég verið svona fylgjandi í gerðardómsleiðinni þegar deilur eru komin í algjöran hnút og það sér ekki fyrir endan á lausn deilunar. Og þá er þetta skipa gerðardóm sem hefur það markmið að reyna að finna lausn sem að er svona sanngjörn fyrir báða aðila. Svo er það miðlunartillaga sáttasemjara sem mjög hefur verið tekist á og svo bættist enn ein flækjan í þessa atburðarás í dag.
Já, það veitir ekkert af. Það hérna Ólöf Helga Adolfsdóttir, ritari Eflingar. Hún hefur stemt Alþýðusambandinu, ASÍ, SA og ríkinu fyrir félagsdóm og hún krefst þess að félagsmenn fái að kjósa miðlunartillögu ríkissáttasemjara sem enn í gildi. Það stóð til að kæran yrði þingfest í dag en því var frestað til morguns og lögfræðingur Ólafur Helgu vonast til þess að niðurstaða félagsdóms í þessu máli liggi fyrir öðru hvoru megin við helgina, þannig að það verður nóg að fylgjast með áfram kjaradeilunni. Bjarni Pétur, þú heldur áfram að gera það. Takk fyrir þetta. Og við förum í allt annað til útlanda. Bandaríkjaforseti tilkynnti viðbótar aðstoð upp á 500 milljónir bandaríkjadala í óvæntri opinberri heimsókn til Kív í dag. Rússum var tilkynnt heimsóknina fyrirfram. Ár verður liðið frá upphafi innrásar Rússa á föstudag og því var viðbúið að þjóðarleiðtogar myndu heimsækja Kív í vikunni. Mikið leynd hvíldi yfir ferð Bidens. Today we host President Biden. That is so important signal for us and all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting of the Ukraine. Bandaríkjaforseti rifjaði í dag upp þegar hann spjallaði við Zelenski í síma 24. febrúar í fyrra þegar innrásin var nýhafin. Rússneskar herþotur hafi flogið yfir og skriðdrekum ekið yfir landamærin. You know, 1 year later, Kyiv stands. And Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you and the world stands with you. Bandaríkin hafa veitt Úkrænumönnum mestan stuðning allra síðan Rússar hófu innrásarstríðið. Biden tilkynnti í dag frekari aðstoð fyrir 500 milljónir bandaríkjadala, þar á meðal loftvarnakerfi og sprengjuvörpur. Þá ræddu þeir langdrægar flaugar fyrir Úkrænuher en ekki var tilkynnt neinu loforð því tengt. Þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjastjórnar Jake Sullivan segir að þetta sé í fyrsta sinn sem Bandaríkjaforseti heimsæki höfuðborg ríkis þar sem stríð geysi og Bandaríkjaher hafi ekki stjórn yfir helstu innviðum. Þá hafi Rússum verið tilkynnt heimsóknina nokkrum klukkustundum áður. Bandaríkjastjórn gefur ekki upp hver viðbrögð Rússa við tíðindunum voru. Í Kív var fljótlega ljóst í morgun að eitthvert fyrirmenni var á leiðinni í bæinn. Búið var að loka helstu götum og takmarka ferðir almennings. En hér í Kharkiv, mörg hundruð kílómetrum austar, frétti enginn eitt fyrir undir að þeim Biden og Zelenski birtust á samfélagsmiðlum. Og þótt svona heimsóknum sé tekið fagnandi úr vestri, vita menn að það kemur alltaf svar úr austri. Núna heyrum við í loftvarnarflautum og alla líkur á að þar sé svar Rússa á leiðinni. Не очікую я якогось, пекельного обстрілу, тому що вірю в наше ППО, в нашу радіолокаційну безпеку. Я не боюсь, я якось вірю в наше ППО, якщо чесно. І я вірю в те, що все буде добре. 11 ára stúlka sem var í strætisvagni sem satt fastur á Hellisheiði í hátt í 5 klukkustundir í gærkvöld segist hafa orðið svolítið stressuð að þurfa jafnvel að vera alla nóttina í vagninum. Móðir hennar segist hafa verið dauðhrædd barnið og gagnrýnir að ekki hafi verið hægt með neinu móti að ná í strætó. Hann bara stoppaði strætóinu og var bara að stoppa í margar klukkutíma. Var alveg brjála veður? Já. Maður sá ekki út fyrir snjó bara. Og síðan bara rok og eitthvað. Ásthildur Viktoría var á reiðnámskeiði og Selfossi helgina og tók síðan strætó heim til Reykjavíkur í gær. Aftaka veður gerði hins vegar og fjöldi bíla satt þar fastur, þar á meðal strætóin sem Ásthildur var í. Síminn hennar var rafmagnslaus og mamma hennar freistaði þess á Facebook að ná tali af farþegum þar sem ekki gekk að ná í strætó símleiðis. Strætó vill þó meina í skriflegu svari að símkerfið hafi verið virt. Við reyndum að ná í strætó til að heyra hvað væri planið. Eru þau að fara að snúa þeim við? Eru þau að fara að komast í bæinn á einhverju skekkulegum tíma eða hvað? Það var ekki takt að ná á strætó. Hvernig leiðir svona eins og bara þegar þú varst í strætisvagninum í alla þessa klukkutíma? Fannst þér það erfitt? Já, alveg síðast þá var ég að verða bara svona frekar stressuð hvort að ég myndi vera hann í alla nótt. Enginn hafi komið og talað við hana. Ásthildur var síðan sett út í mjótt þar sem hún komst í síma. Mjög erfitt að hugsa til þess eftir að hún hefði bara sett út í mjótt í myrkrinu og ekkert utanumhald, ekkert að spyrja hvort hún væri örugg og hefði far og væri búin í sambandi við foreldra. Þannig að það er svona
við erum svolítið svekkt yfir því sko. Auður óskar þess að hlúð sé að börnum sem séu ein á ferð og að upplýsingaflæði í erfiðum aðstæðum verði bætt. Strætó segir í svari sínu að vagnstjórinn hafi ekki verið beðinn fyrir barnið, en fremur sé hægt að hlaða síman hjá honum. Ásthildur segist þó ekkert hafa verið hrædd, þó foreldrar hennar hafi vissulega verið það. Ég væri samt ekkert endilega til að lenda í þessu aftur samt. Það ekkert annað en ritskoðun að mati listfræðings að fjarlægja málverk af Leifi Eiríkssyni úr sýningarsal Ríkislistasafnsins í Osló. Verkið var sett niður í kjallara því það þótti tákn nýlendustefnum og það vakti hörð viðbrögð Norðmanna. Leifur Eiríksson finnur Ameríku heitir verkið. Norski listmálarinn Christian Krok lauk við verkið árið 1893 og helgina var það sett niður í kjallara í Ríkislistasafninu í Osló. Málið snýst ekki deilur okkar Íslendinga við Norðmenn það hvers lenskur Leifur var, heldur þykir sumum verkið táknum nýlenduhyggju eða jafnvel rasisma. Sem kunnugt er Leifur sagður hafa komið til Norður Ameríku fyrstur Evrópubúa, en þar var fyrir fjöldi þjóðflokka og því þykir sumum vafasamt eða beinlínis rangt að tala að hann hafi uppgötvað landið. En burt sér frá því þótti mörgum norðmönnum ekki rétt að fela verkið og viðbröðin létu ekki á sig standa. Makt rar, som alltid. Och nu är det de där antikolonialisterna som har makten. Det syns jeg veldig synd. Det burde vært stilt ut. Jeg i sjokk over at kunstverden som nettopp representerer frihet og demokrati og ytringsfrihet, de som her skal sette grenser og forklare for meg at dette her for tung kost for meg. Dette rett og slett sensur. Á meðal þeirra sem hafa lagt orð í belg fyrsti Íslendingurinn til að ná kjöri á norska stórþingið. Nasjonalmuseet i mine øyne, det har en helt særegen posisjon som en slags forvalter av norsk kulturhistorie. Og da må man også ta med de delene av norsk kulturhistorie som kanskje ikke helt på 2020-nivå hva gjelder politiske verdier. Safnið hefur beðist afsökunar och tilkynnti í dag að verkið verði til sýnis næstu 4 vikurnar. Där har jag liksom redan lagt mig helt flat och sagt att det var en slarvigt och lite genomtänkt bemärkning. Och jag menar inte att Christian Kroks måleri, Leif Eiríksson uppdagar Amerika som kolonistiskt. Og við biðjumst velvirðingar á því að það vantaði texta fremst í þessari frétt, en þá aldeilis allt öðru. Bolludagurinn í dag og rjómabollur hafa að vanda rokið úr hillum bakari og verslana landallt. Bakari á Siglufirði segir daginn vera þeirra jólahátíð. Það hefur verið stöðugur straumur fólks inn og út úr bakaríum í dag, enda komið að degi þar sem allir megrunarkúrar eru settir til hliðar og gert vel við sig með rjómafylltum bollum. Byrjuðum fyrir cirka 4 vikur síðan og hefur svona verið hitta mannskapin upp að klára í bolludaginn og það bara gengið frábærlega sko. Hákon segir bakar að prófa allskyns nýjungar í ár sem hefðu sennilega ekki sést í bolludagskaffi á árum áður, til dæmis Oreo, ostaköku, romm og konfektbollur. Hefðbundnu rjómabollurnar með sultu, rjóma og súkkulaði má þó ekki vanta. Þetta svona klassískt venjulegar vastegsbollur, gerbollur. Eru þessar alltaf vinsalastar? Já, þetta svona milli ára, þá skiptist þetta á milli ger og vastegs og gerið svona að koma aftur sterkt inn sko. Viðskiptavinir bakarísins á Siglufirði tóku daginn snemma og voru öll í sömu erindagjörðum. Ætlið þið að fá okkur bollu í tilefni dagsins? Ó já, við ætlum sko að fá okkur svera rjómabollu. Er það klassíska bollan bara með rjóma og glasúr? Já, og helst með rabarbarasultu undir. Sama hjá þér? Nei, ég vil frekar hafa jarðarberjasultu. Og ætlar þú að fá þér einhverjar bollur í tilefni dagsins? Já, vel. Eina eða 2 eða fleiri? Já, ég þarf nú tölvert af því að ég nú það langur sko. Ég þarf ábyggilega 2-4 svona. I came here to try the good coffee and probably some boller, yes. Of course I will, yes. Are you gonna have just the traditional with cream and chocolate or have you decided yet? I haven't decided yet. Still gonna see, probably gonna try if there is a few types. We're here with some friends, so gonna try a few types, yes. Hefðin alveg, þessi bollur. Hvaða típa finnst þér best? Berlínerbollunar. Ætlar að fá þér margar? Nei, ekki á margar. Bara passa sig aðeins.
Og á Ísafirði og víðar á Vestfjörðum maskadagur í dag og skrautlegir búningar allsráðandi. Nemendur og kennarar í grunnskólanum á Ísafirði voru þar engin undantekning. Hann var sannarlega óhefðbundinn skóladagurinn á Ísafirði í dag og krakkarnir sennilega hugsa ýmislegt annað en námið. Stelpur, vitið þið af hverju maskadagurinn er? Ég held að bara svona til gamals. Já, segja það sama hún. Bara til gamals? Og er hann skemmtilegur? Já, hann er mjög skemmtilegur. En þetta er líka bolludagurinn, fáið enga bollur? Jú, ég fekk bollur næsti. Ég fekk bollur í gær. Og ég fekk líka bollur í gær. Það verður mjög góðar. Já, auðvitað fengu það bollur. En maskadagurinn er rótgróin hefð fyrir vestan og þessi siður að maska á bolludaginn, klæða sig í alls konar búninga, er talsvert eldri en búningahefðin á öskudag. Ég þarf nú ekki að spyrja hvað þið eru, sko. Já, við veitum það ekki sjálfur. GarageBand. GarageBand, já. GarageBand. Við kallum okkur GarageBand. Við erum svona dúo GarageBand. Já. Og maskaballið er ómissandi hluti af skóladeginum. En fjörið er ekki búið þegar skóladeginum lýkur. Þá hlaupa krakkarnir í bæinn, fara þar hús úr húsi og syngja fyrir nammi. Og sum endast langt fram á kvöld. Mesta nammið fyrir besta lagið. Halló etta, láttu nammið detta, niður kletta, gettu hvað það er í pokanum hjá mér. Já, Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við munum ræða við Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins stöðuna í kjaraviðræðunum, yfirvofandi verkbann og þær leiðir sem að hann kannski sér út af þessari stöðu. Við ætlum líka að heyra í fólki úr íslensku björgunarsveitunum sem fóru til Tyrklands til aðstoða við björgunarstörf eftir stóra skjálftann og svo ætlum við að fræðast það hvernig við höfum verið að anda rangt í gegnum tíðina. Takk fyrir það, Baldvin Þorbergsson, og við ætlum að snúa okkur að veðri. Það verður tiltölulega stillt veður á landinu í nótt og í fyrramálið en vindur fyrir vaxandi þegar líður á morgundaginn þegar kröpp lægð mun skríða upp á milli Íslands og Færeyja. Reikna má með hvössu og kviðóttu veðri suðaustanlands annað kvöld og aðra nótt með snjókomi eða slyddu víða norðan og austan til á landinu. Theodór Freyr Hervarsson fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Karlalið Vals í handbolta spilar mikilvægan leik í Evrópudeildinni á morgun. Með sigri getur liðið tryggt sig í 16 liða úrslit keppninnar. Við erum bara í þessari stöðu, í þessari Evrópukeppni að spila heimavelli á móti frönsku liðum og komast áfram. Það er geggjað. Erna Sóley Gunnarsdóttir kúluvarpari bætir enn Íslandsmetið í kúluvarpi innanhús. Hún hefur bætt það 97 cm á rúmum 3 vikum. Og eitt elsta met frjálsíþróttanna féll á hollenska meistaramótinu innanhús í gær. Femke Bol setti þá nýtt heimsmet í 400 metra hlaupi. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Efling ætlar ekki að borga laun 20.000 félagsmanna í verkbanni sem Samtök atvinnulífsins greiða nú atkvæði Einsdæmi er að verkbanni sé beitt gegn svo fjölmennum hópi. Rætt var langdrægar flaugar til Úkraínumanna í opinberri heimsókn forseta Bandaríkjanna til Kyiv í dag en engin loforð gefin heimsóknin þykir söguleg. Móðir 11 ára stúlku sem var í strætisvagni sem satt fastur á Hellisheiði í gær gagnrýnir strætó fyrir upplýsingaskort og að ekki hafi verið hægt að ná í fyrirtækið í síma. Norðmenn eru æfir yfir að frægt málverk af Leifi Eiríkssyni var sett niður í kjallara í Ríkislistasafninu í Oslo. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Þetta eru næst fréttir hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.